Góðan daginn, ég ætla að taka fyrir hérna Rosalimo sem afbrigði sem hvítur teflir hérna með því að leika biskup B5 í þriðja leik. En ástæðan fyrir að margir skákmenn með hvít tefla þetta er að þegar við leikum hérna D4 þá er sem sagt á svartu möguleika að leika E5 og tefla Galli-Kasnov afbrigði með D6 og þetta er oft svona flóknar stöður og langar teóriur. Einnig er C4 möguleiki og líka Svesnikov eins og í einvíginu Garo Anna Carlsen. Já, og svo er þetta G6 líka svona accelerated dreki eða hraðaður dreki, ég veit nú ekki alveg íslensku þýðingarna á því. Þannig að biskup B5 er alveg solid leikur, ég hef nú telt þetta með báðum leitum og já, við byrjum á þessu. G6 ætlaði að mæla með og Magnús Carlsen teflir þetta yfirleitt svona, þannig að það getur ekki verið slæmt. Og í vídeónu í dag ætla ég að taka fyrir biskup drepur C6 stöðuna. Ég tek kannski seinna fyrir hrókeringu og C3 sem aðri möguleikar. En já, það er líka hægt að kaupa þessa PGN skráður af mér með öllum línunum. Ef með minni hafa samband þá er það bara jonviktor@hotmail.com eða í gegnum Facebook. Og þetta er mjög solid efni sko. Biskup drepur C6, D drepur C6 ætlaði að mæla með, D3, biskup G7. Þetta er allt svona eðlilegt og hér er H3 langnákvæmasti leikurinn hjá hvítum. Ég er ekki viss allir skákmenn átt sig á því að riddari C3 er mjög ónákvæmur leikur sko, út af svartu getur ekki biskup G4 en þetta er nú allt í lagi á hvít sko. En C4, það held ég sé máli hjá svörstum sko. Og ef hann drepur þá var það 3B þarna og þetta er ágætt stað á svartan. Það ætla að leika biskup E6 eða riddari F6 og segjum D4, það er biskup G4, herjum á D4 reitin. Gæti telt svona, ef það er með drottningu þá bara það má drepa hér og leika dróning A5 til dæmis og einnig kemur E5 til greina. Og löngrókun þá bara drepa á E3. Þannig að það verður drepa með G-piðinu, riddari F6 og segjum A4 til að koma við fyrir B5, þá er riddari H5. Segjum dróning D2, riddarinn er góður á H5 af því að hann er hvítur engir framrós með H4, H5 og svartur getur svo einbeitt sér hérna drottningaveng. Löngrókun, dróning A5 og við erum bara að leika B5, svartur er langt á undan. Dróning 1 og 2 annar leikur, það er bara að drepa á D4. Það er riddari H5 er skemmtilegu leikur. Dróning D2 staðinn fyrir A4, kemur samt riddari H5. Hérna kemur til greinleika bara B5 og tefla þetta svona. Ég sé í rauninni ekkert að þessu sko. Og svo er þetta leika dróning C7 líka. Þá erum við hérna gott tangarhald á F4 reitnum. Og svartur með mjög svona heilbreiða stöðu bara. Þannig að riddari C3 er ónákvæmt út af C4. Ég myndi mæla með því hér. H3, það er nákvæmast. Riddari F6 og biskup 1-3 væri slæmi leikur út af riddari E4.
dreipið á B2 hér og B6 og svartur með 3 peð sem trók og 3 peð, hvítur með 2 kalla og þetta nú betra á svartan sko. Biskup E3 í rauninni bara hálfgerður blöndur. Nú ef hann leikur hrókering þá held ég að C4 sé ágætur leikur og losa okkur týpið. Og ef hann leikur E5 þá held ég að sé bara alltaf leika rittari D7. Rittari C3, það er aðaleikurinn. Rittari D7, biskup 1-3, E5 ætlaði að mæla með. Við erum með sérsta að valda D4 rittin hérna vel. Svo við ættum allan tíma í heiminum, gætum við leikið B6, fara með rittarinn F8, E6, D4 til dæmis. Dróning D2, hvítu vill reyna að fara með biskupinn á H6 og hérna H6 góðleikur, þetta er það sem Magnús Carlsen kom með á móti Caruana sem sagt kom í veg fyrir að hvítur að fara að leika hérna biskup H6 og ef hann leikur dróning E7 þá kemur biskup H6 og það er þægilegri stað á hvítan. H6 hér er henni 2 plön A3 eða stuttrókun. Ég er nú ekki með löngrókun en ég held að sé bara allt og langsótt í þessu að fara langrókira sko. Svartur býður bara með að langrókira, hann þarf ekki eins og langrók, neða stuttrókira. Svartur gæti þess vegna bara leikið held í B6 og svo laga rittarinn á F8 og E6 svo biskup B7, dróning C7 og langrókira sjálfur eða haft biskupinn á A6 bara stemt að það er langrókira eins og hvítur. Ég held að það hef ekkert upp á sig hjá hvítum í þessari línu sko. H6 Það byrjaði að fara hérna yfir A3 þá ætla hvítur að reyna að leika B4 og auka rýmið þó hann losi svartan við tvípiði. Nú B6 B4 rittar F8 BX C5 og hér er rittar E6. Þetta er mjög skemmtilegar peðsvörðin hjá svörtum og svo er F5 að frá koma. Þetta var hugmyndin. B6, B4, rittar F8, rittar E6, drepið. Og planið hjá okkur er fyrir peðið að leika F5 og svarti biskupinn hjá hvítum er svolítið reitalös. Ég skal sína nokkuð framhald, segjum dróning C, F5. Þannig er eitthvað sem er telst. Hrókering á kemur G5, það er mjög hættuleg sókn framöndan, H5, G4 bara mjög spennandi stað á svartan. Rittarinn getur fara á D4 svo eftir G4 og dróning B2 þetta er svona rittar 1 og 2 F3 og svartur með stór hættulega svo. Hvað ætla hvítur að gera við konginn til dæmis? Þetta er D1 er of passíft sko, bara biskuparnir eiga borðið. Hrókering G5 já. Reyðum hrókering hér, þá var F5. Og þetta er alltaf vandamáli í þessari línu, F5. Og það er sem biskup, hann á enga reit. Sjáum hvað H6 og B6 peð eru sterk. Og þetta er alveg góða bætu fyrir peð á svart. Ég myndi miklu frekar vilja á svart hér.
biskupapar, hættulega svo, hvítur er aldrei passífur. Þannig að H6 er upprópunumerki og A3 bara B6 og svo fórnum við bara B-inu og F5, F4 er að koma. Rókering tökum við þá næst. Hvítur hókerar, B6, mikilvægur leikur. Segjum að hvítur tefli eins og áðanleiki A3, þá teflu þetta svipað. Hér leikur F5 og byrjum að dróninga E, það þarf að búa til reitt fyrir biskupin. Það var bara G5 til dæmis, mjög hættulegt, drepa hérna. Meira svona viltari skákmann getur jafnvel ekki bara H5 og telt þetta svona. Það er náttúrulega mjög traust bara að drepa B6. Nú rittari D4 er annar möguleiki. F3 er upprópunumerki. Svartur er með fína stöðu. Drang C er líka hægt. Það er bara svipað á hann. Þetta ekki eftir að við erum ekkert að geta P og C5. Það er bara, við erum bara að halda áfram með sóknuna. P skiptir ekki málið þegar maður er að máta anstæðinginn. Skrifa þetta niður. Nei, það er tjók, en P skiptir einhver máli í þessar stöðu. Nú E3 bara F5, G3 bara F5. Dróning C. Það var E4 upprópunumerki, hótum á C3. En það er rosa ekki að fara í þetta sko. Þannig hér er F4 góður leikur. Þannig að drepur á F4, þá drepur á C3. Rókur D, dróning E7, biskup D4, smá flækjur hérna. Hér er best að leika rókur G8. Ég get bara aðeins útskýrt hérna að drepið, biskup drepur H3, þá dróning drepur F4 upprópunumerki og þetta er góð stað á hvítan. Þannig að rókur G8 er skemmtilegur leikur, það er bara sókn framöndan. Dróning D2, drepið, geti vel svona, drepið H3, G3, F4, kongur F7. Já, þetta er skák sem Wang Hao teldi mig svart, þetta var mjög góð skák hjá honum. Dróning H4, einhverju kínversku móti, einhverju kínveri, þekki nú ekki hver var með hvítt. Rókur G8, biskup 1-6, A8 drótning líklega skásta vörnin og hér gerði hvítu sér vonum einhvers konar þráleik en Wang Hao sigldi þessu heim hérna mjög nákvæmt og hvítu gafst upp. Það er alltaf gott að sína svona dæmi úr skákum hvernig þetta getur telst. Rókur G8 var mjög flottur leikur hjá honum. Drótning 1-2, það var bara stuttrókun og það er alls konar vandamál hjá hvítum hér og E4 er auðvitað hótun, syns mér. Og svo er eitthvað leikin eins og rittari D4 eða bara drepa beðið eða F4 fullt af optionum en E4 er auðvitað aðalhótun. Það drapa hann á E5. Nei, það er engin leikur, ég er að rugla. Dróning 1-1, rókering. Segjum C3 B6, það er bara að drepa tilbaka.
hvað var að segja, biskup D2. Hér er athyglisvert framhald til dæmis að fórna öðru peði, C5. Hugmyndin er hrókur G8, biskupin fyrir svo B7 og það er mikil svo hangir auðvitað á A3 alltaf að ná í það ef maður nennir í. Tölvöldin með þetta til dæmis miklu betra á svart. Dróning C7 er annar leikur valda piði. E4, biskup A6, hérna er svona smá taktík og það fellur á F1 skiptamunur. Það er fullt af úrræðum hjá svörstum fyrir piði sko. Nú, dróning 1-1, það er bara hægt að tefla svona til dæmis, ná í piðið. Eða fara í þetta eins og ég sagði á hann. Þannig að þannig að A3 er ekki nægilega gott held ég. Riddari H2 er svona þetta framhald sem hvítur alltaf með. Það er einlega F4 og svo geta riddari jafnvel fara á G4 ef hann ætti leik. Við leikum sama á hann, riddari F8, þetta er alltaf eins, F4 drepið og hér er þetta að drepa bæði með hrók og biskup. Byrjum á biskup og riddari inn að 6, biskup G3, dróning G5, dróning 1-1, valdar á G3, riddari D4, hótar á C2, hrókering. Og hér er skemmtilegt framhald hjá svörtum ef hann leikur biskup D6, það er að fórna hérna skiptamun. Einhver gæti pælt í að áttkvæður geta leikir eftir F5 með hugmyndinni að leika biskup D4 en galli á gjöfn jarðar er að hvítur á hérna riddari F3 millileik og við missum skiptamun. Þannig að biskup er bara H3, fórnum hérna skiptamun fyrir góða bætur, við erum 1 peð, rosa góða biskupa. Sýna hérna smá framhald, biskup 1-6. Við hótuðum sem sagt biskup D4 skák núna og dróning K4 eiginlega mát. Þannig að hvítur leikur D2 og valda D4 en líkt og Helgi Ás Gretarsson sagði í gamla daga, biskupin eiga borðið. Domination in the station. Og biskup F4, þá förum við hérna í mannsvörn og það er mjög mikilvægt að leika G5 núna, það er uppróflumerki, ekki drepa á C2, þá er þetta ekki svo ljóst sko. Þegar við stingum inn hérna G5, þá er það allt annað mál sko. Segjum biskup D6, og það kemur E5, þá drepa á C2 og onni á A1 og riddari E3 skák kemur næst onni á F1. Biskup 1-7, tefnir svona og við náum alltaf í hrók eða skiptamun. Biskup G3, það er það sama, þá er E3 ritturinn óvaldaður. Biskup D2, þá valdar hann E3, drepa á C2, hrókur D1, hrókur D8. Við erum með 3 peð upp í gall og peð á D3 hans er veikt, biskupin G7 sterkur. Held að það er ýmis teikn á lofti hjá hvítum, það er spurning hvað hann gerir. Það var alltaf ekki leika biskup C1 sem er nú hálf hallarslegt finnst mér. Kannski er þetta B4 eða bara tvöfaldar hrókana fyrst kannski. Já, grunna það, tvöfaldar hrókana bara.
A3 er allar leikur, það er kannski hægt að skjóta þessum inn ef hann drepur hérna 4 peð fyrir kall. Nú hrókur A1 er annar leikur, F5 getur verið athyglisvert, biskup D6, hrókur F7, E5. Ég held að þetta sé nú alveg spennandi stað á svartan, biskup F5 eða eitthvað svoleiðis. Nei, biskup 1-6 fyrir ekki, er svona það sem er dettur í hug. Drang D8 er annar leikur, E5, F5 þá. Þetta er með hrók, þetta er alveg solid stað á svartan, biskupar og engin vandamál. Biskup H4, dróning 1-5, hrókur 1-1, C4 upprópunarmerki. Við erum nú séð þetta nokksunum. Ef hann drepur þá er dróning C5, sterkuleikur, B3 og þetta er C2. Það er náttúrulega, getur ekki drepur á C2 af því að leppur. Og E5 sting upp í biskupinn, það drepur á C2. Og þetta er bara rjómast á svartan. Við leikum bara biskup E6 og eðlileg þróun. Þetta stinga inn hérna jafnvel G5, hrókur D8 kannski seinna. Já, nú er ég klóð þar. Já. Og biskup 1-3. Þá er held ég ágætt að leika bara eittar D4, plantónum þar. Taka smá Robert planta á þarna. Hrókur A1. Biskup 1-6. E5. Hvítur vill reyna að fá eitthvað reit hérna. Það er ekki gott að drepa hér, ég held að þetta sé ágætt og hvít. Best að leika bara rautar F5, loka búðinu eins og maður segja. Og tefla það svona til dæmis. Ég held að þetta sé alveg ágætt á svartan, biskupar og svona ekki vandamál þannig séð sko. Svo er ekkert víst að þurfa einu svona að drepa á E3 en það virkar nú alveg logical. Biskup F2, drang C7, hótum á E5. Getum jafnvel fara að íhuga langkrókina næst. Með hótum hér. Ég veit ekki, þetta er F3 spurning smekk. Það er náttúrulega virkar alveg lógist að langkrókira og tefla einhvern með svona. Svo er þetta að centralæsa hrókin, fara með hann á E8. Það virkar nú svona rökrétt framhald. Já, við skulum taka fyrir næst hrókutröpur F4. Hrókutröpur F4. Og hér er smá munur. Ég ætla ekki að mæla með rittar E6 sem kemur auðvitað óvart. Þetta verður bara svona þumaputtaregla sem þarf að muna. Ef þetta er með biskup, þá er rittar E6. Ef þetta er með hrók, þá er það biskup 1-6 upprópunarmerki. Ef við leikum rittar E6, ég ætla aðeins að útskýra það. Kemur hrókur F2, rittar D4. Þá er rittar G4 góðleikur og hann á hérna hrókutröpur F7 eftir að drepa G4. Og það er dálítið vandamál. Þetta er bara miklu betra og hvít sko. Þannig að verðum að leika biskup E6 og valda F7 réttin, hrókur F1 og G5 allega meðan við. Annar möguleg getur hann D6, E5 og bara ignora peðið, leika drang C7.
að þegar við drepum það þá fær hvítur líflegt spil með þetta G4 en ég mæli með G5. Skulum ekki vera að flækja þetta. Hrókur F2, drónung D6. Við ætlum að fara langrókera eftir. Þetta G4. Löngrókun. Það er ekki gott að leika þetta D7, þá kemur svona klassíst break og við erum komin í vandræði. Þannig að það þarf aðeins nákvæmur hérna, skilja hugmyndunar. Löngrókun. Þetta F6 steltist hjá Caruana Carlsen. Þetta D7, biskup 1-5, G4, sjáum hvað kallarnir flæða vel hjá svörstum á góða reyti, F6 og svartu stendur betur. Það er meiri potential í svörtu stuðinni, það er biskupar og með einhverju framtíð er þetta laga þetta til allt saman, kongur B7, B5 jafnvel í einhverju stuðum. Biskupin á E5 er náttúrulega great stake, svo má orðið komast, það er ýmsir möguleikar. Það er alveg ekki neinn vandamál hér sko. Hrókur F4, þá kemur biskup 1-6, mikið átt að munna. Og svona eins og Magnús stældi, það er bara lang best sko, þannig að ég ætla ekki að fara að reyna að kenna honum eitthvað í spilinu. Það er já. Já, þá er ég búinn að fara yfir svona þessi helstu mál í þessu afbrigði. Ég mun hugsanlega að fara yfir seinna yfir hrókeringu til dæmis, eitthvað þegar hvítuleikur hrókur E1 og allt það, C3 og þetta C3, en það er efni fyrir annan tíma. Biskup C6 er nú svona það sem flesti tefla held ég, og mér líst aðeins vel á þetta sem ég er að stinga upp á hérna í dag. Ég geti vel hugsað mér að tefla þetta á svart. Ég myndi ekkert fíla allt og vel að fá þetta á mig með hvítu. Já, það var bara þakka þér fyrir í dag. Takk fyrir.